Hæ, nú ætla ég að skipta aðeins gír í þessum vídeóum mínum og gera seríu sem ég veit ekki alveg hvað verða margir þættir en við sjáum til bara hvað setur. Ég kem aðeins meira inn á það eftir augnablik. Serían verður súrdeig, súrdeigsgerð og súrdeigsbakstur alveg frá A til Ö. En í þetta skipti þá ætla ég að fara aðeins ótroðnar slóðir í súrdeigsgerðinni og búa til heilhveitisúr og jafnvel eitthvað meira. En fram að þessu, eins og flesti vita, þá hef ég verið að nota malaminn sem er 100% Manitoba hveitisúr. En þó svo ég sé að tala heilhveitisúr, þá set ég hveiti í hann eða hvað? Jú, við sjáum til. Við komum að því síðar. En allavega, samkvæmt rannsóknum mínum, þá eru fleiri örverur í heilhveiti heldur en í hveiti. Og þessar örverur hjálpa okkur við að gera súrinn öflugan og sprúsandi. Og ég ætla nú ekki að fara út í neinar efnafræðilegar útskýringar hér, en allavega ekki í þessari seríu. Ég ætla bara að taka fyrir svona praktísk atriði, hvað ber að varast og hvað ekki. Sumt í þessari seríu verður kannski að hluta til eitthvað sem ég hef talað áður, eða nefnt áður. Það er að segja, ef þú hefur verið að horfa á vídeóin mín fram að þessu. En í seríunni fer ég mun nákvæmar í það sem þarf að hafa í huga til að ná fullkomnum árangri í súrdeigsbakstri. Þá er ekki eftir neina að bíða, skellum okkur í eldhúsið og byrjum að búa til súr. Sjáumst í eldhúsinu. Velkomin í eldhúsið. Nú ætla ég aðeins að byrja á því, áður en ég fer í að blanda súrinn, þá ætla ég að byrja á því að fara örlítið yfir ílátin sem við notum til þess að búa til súr og hvernig við geymum súrinn á milli daga. Ég er hérna með nokkuð mörg ílát fyrir fram mig af ýmsum stærðum, gerðum og tegundum. Og það sem er kannski stærsta atriðið í þessu, að mínu mati, er að ef þú ert með svona plastbox, setja þetta hérna í hina myndavélina, þá sést þetta betur. Ef við erum með svona plastbox með loki sem smellur á, þá verður það alveg þétt. Við viljum það ekki. Þá leyfi ég skeiðin að standa í bara. Því það er hvað sem er að nota hann aftur á morgun þegar ég blanda. Smelli svo bara hérna aðeins öðru megin og hefur þetta opið svona og læta standa svona. Og þetta gildir alveg að sama svona, ef það er plastlok, að setja þau bara svona með skeið á milli. Þetta er alltaf sama, þetta er bara önnur stærð, þetta er alveg sama konsepti nema eftir stærð boxins þá þarftu stærri skeið. Þannig að þetta er alveg sama konseptið, nákvæmlega sami hluturinn. En allavega, svo er ég með hérna líka glerkrukkur. Hér er ég með tvær alveg jafn stórar eða mjög svipaðar. Það líta eiginlega nánast alveg út. Nema önnur er með svona hálfskrúðu loki og hinn er með svona margskrúðu loki. Og þessa hérna krukku myndi ég bara gera svona. Og líka þessa. Ekki skrúa neitt, bara leggja hana. Og það er sama með allar þessar krukkur sem eru með svona áskrúðu lokum eða, þú veist, sem eru bara svona eins og þessi, sem er svona millistærð með svona hálfskrúðu loki. Bara leggja það ofan á og láta hana standa svo leys. Helst svona aðeins á ská, svona eins og þannig að maður setur hattinn á ská. Hér er ein krukka í viðbót. Þessi krukka hefur sína sérstöðu að þeir liti, hún er með gúmmíhring og hún er með svona mjög öflugri smellu til þess að loka henni þannig að hún verði alveg þétt. En við viljum það ekki, þannig að við tökum þessa krukku, tökum gúmmíhringinn af henni,
setjum súrinn okkar í þetta og hrærum hann saman. Svo bara lokum við og smellum ekki neitt, leyfum þessu bara að vera lausu á. Það er væri í raun og veru best að hafa bara teskeiðin í. Leyfinni bara að vera aðeins örlítið opið og sjá aðeins út. Súrinn þarf að fá þessar örverur sem í umhverfinu ofan í krukkuna og þar á meðal gerinn til þess að dafna og meðan við erum að búa hann til. Og þetta var nú bara svona örstutt krukkurnar. Ég ætla að nota þennan dall hérna til þess að búa til súrinn minn. Og það er í rauninni mjög einfalt byrjunin. Við notabenni, við erum að tala hér, við erum á degi 1, fyrsta degi í súrgerð. Eða súrdeigsræsisgerð, súrdeigsmóðurgerð. Þetta er bara hverjum og einum í sjálfsagt sett hvað hann vill kalla þetta. Ég kalli þetta súrdeigsræsi sem er beinþýðing á sourdough starter, en það er hverjum í sjálfsagt sett að sjálfsögðu að nefna þetta og láta þetta heita það sem hentar best. En ég set 50 grömm af vatni, eða 50 millilítra. Ég mæli það nú, það er bara sami hluturinn, 50 millilítrar og 50 grömm. 50 millilítrar. Svo er ég bara með venjulegt kornakshveiti, heilhveiti fyrirgefið, venjulegt kornaksheilhveiti og það er sama, ég set 50 grömm af því út í vatnið. Svona 50 grömm af heilhveiti. Síðan bara hrærum við þessu saman. Þetta er ekki mikið magn. Og þessi dolla sem ég er með, hún er kannski í það stærsta svona til að byrja með. En þessu hrærum við bara saman, hrærum þetta vel og fáum allt heilhveiti til þess að taka vatnið í sig. Og það sem ég ætla að gera, ég sé það að ég er með of stórt ílát í þetta. Því að hafið það bara í huga, að við erum ekki með of stórt ílát. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla bara að færa þetta í þessa hér. Þannig að ég tek bara allan súrinn sem að hér er. Skef hann vel úr dósinni og set hann í hina dósina. Ég er að nota plast. Sumir vil ekki nota plast, ég nota það mikið en þá notið þið bara gler, það er allt í góðu, eins og ég sagði. Svona er þetta komið saman. Þetta er bara svona, lítur svona út svona ekkert ósvipa á hafragrautur eða hræringur fyrir þá sem að þekkja það. En svona setjum við þetta bara yfir stofuhita, þess að þetta á góðan stað þar sem er ekki mikið dragsúr og ekki mikill umgangur, helst svona við 24, 24 gráður, en auðvitað farið ekkert að mæla það. Ég seti bara skeiðin í og leyfi henni að vera svona gapandi. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla að geyma súrinn minn hérna ofan í skúfu hérna í innréttingunni. Það er nú séð mig að opna þessa skúfu hérna þegar ég er að leita verkfærum. Fyrir neðan hann er önnur skúfa sem er stærri og hérna þar er ég með ýmsa þurrvöru og ég ætla bara að stinga þessari dollu með skeiðinni upp úr og ofan í þessa skúfu, setja þetta í skúfuna og við sjáumst á morgun. Þá er liðinn sólarhringur og súrinn lítur mjög vel út. Hann er þó ótrúlega meðverðast af einum sólarhring, þá var hann fann að sprúsa mikið. En við spyrjum með leggslókum. Hann er bara ótrúlega sprækur og ég ætla svona bara að hræra þessu saman af því að það er hann skili sig aðeins og það er mjög skrítin lykt á honum eins og staðan er núna.
Það er svona, já, það er svona, skulum hafa það þannig að það sé bara skrítin lykt af honum. En það sem ég geri núna er að ég tek 25 grömm af þessum súr og set 50 grömm og 50 grömm af heilhveiti og vatni. Þannig að ég vigta bara af honum. Ég ætla að setja hann bara í nýtt box. Þannig að ég vigta bara af honum hérna. Ég vigta bara úr þessu, bara 25 grömm. Svo set ég 50 grömm af heilhveiti. Svona. Og 50 millilítra vatni. Svona, 50 millilítra vatni, þetta var aðeins rúmlega hjá mér. Og við hælum þessu saman bara. Leifum þessu hrærast vel. Það sem skiptir miklu máli, mestu máli, ekkert kannski aðalatriði, en það skiptir mjög miklu máli að gera þetta saman tíma á hverjum degi. Það er að segja á meðan við erum að koma honum í gang. Þetta er dagur 2, þar sem ég er að setja í súrinn og taka á honum 75% og skilja bara 25% eftir. Og þetta gerum við, sem sagt, dagur 2 í dag, eins og ég sagði, þetta gerum við í 4 daga, þannig að 2 daga í viðbót. Tvisvar sinnum í viðbót á svipum tíma eftir 24 tíma í hver skipti. En þetta gerum við næstu 2 daga og ég kem tilbaka aftur eftir 2 daga, samkvæmt dagatalinu, við getum sagt sem svo, og fer það betur í þetta með ykkur. Við sjáumst þá.